Takk fyrir, Stefán og öll þið. Og eins og fleiri hafa gert, þá vil ég nú bara byrja á því að óska þeim sem hafa undirbúið þetta til hamingju. Ég var nú svo heppinn að vinna svolítið með þess. Ég kallaði krökkon hennar Sigrúnar í þessum undirbúningi. Elva, þú ert með í því. Það var mikil orka í þessum undirbúningi. Og ég held að það séu aðal orkuskiptin sem við eigum að hugsa núna, í alvöru. Ég er gamall maður eins og grunum á sjá og ég held að ég hef aldrei upplifað svona dag áður. Ég held ekki, ég veit það. Og ég held að það sé líka mikilvægt að við horfum svolítið í augu við það. Mörg ykkar hafa svona horft tilbaka varðandi tímann og ég held að það sé líka mjög mikilvægt og það er mjög margt sem hefur gerst á þessum tíma sem við verðum að tala um núna, en það er eitt sem við höfum kannski ekki talað um sem langar aðeins að víkja að það er aukin þekking, aukin skilningur og aukin reynsla. Og öll hafið þið heyrt ég nú ætla að segja bara IPCC, sem er milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, sem er feikilega merkilegu ferill og Anna Hulda talaði svolítið hann og ég ætla ekki að fara að tala hann vegna þess að þetta er svona eitt af því sem að ég hef verið mjög snortinn af á minni vegferð, er akkurat IPCC. Og það er ekki út af skýrslunum, það er út af fólkinu sem er að bak við þetta. Og ég er mjög oft spurður, ertu bjartsýnn, verður þetta allt í lagi? Og ég segi alltaf já. Og bjartsýni er hugarástand sem þú ákveður. Þú ákveður að vera, það er ákvörðun að vera bjartsýnn. Það er hins vegar mjög mikilvægt að rugla ekki bjartsýni saman við óskhyggju, sem er náttúrulega rosa þægileg aðferð. En það sem að þegar þau voru að undirbúa þetta, að þá þurftu þau náttúrulega að fá titil. Og ég gaf þeim þennan titil, Samhengi lífs og lofts, því að þau líka sögðu mér að ég geti hlustað og síðan komið með svona smá hughrif tilbaka áður en við ljúkum þessu. Og það er svona nokkur atriði sem að mig langar bara að grípa á lofti og kannski lýsa þessum degi sem uppskeruhátíð. Og það er eitt af því sem ég held að við þurfum að horfa svolítið í augu við. Þetta er vinna, þetta er krefst einbeitingar að gera þetta. Og mér finnst vera hér mjög einbeittur hópur. Og ég mætti kannski segja það eitt sem ég var búin að spá er að fólki væri gjörsamlega búið þegar klukkan var að vera 4. Ég verð að viðurkenna það að ég hafi rangt fyrir mér. Sjáu þið hvað er margir hérna í þessum sali ennþá, sem er alveg ótrúlegt. Ég þessi ekki bara út af fljótandi vegum sem að vera hér á eftir. Uppskeruhátíð, það er eitt sem ég langaði að grípa á lofti. Það sem ég langaði líka að grípa á lofti er svona það sem mér finnst vera kannski svolítið uppskriftin af leiðinni framöndan sem kom frá Gagarin-kynningunni, að það var þetta þrennt sem við þurfum að tengja saman, sem er umhyggja, þekking og ratvísi. Umhyggja vegna þess að okkur er ekki sama. Þekking er feikilega mikilvæg og það er ekki bara spurningum þekkingu á vandanum, heldur þekkingu á lausnunum. Og oft er það þannig að það er mjög erfitt til dæmis að fá fjölmiðlamenn til þess að heyra lausnir. Þeir vilja náttúrulega miklu frekar heyra vandamál og heimsendi og það allt saman. En svo er ratvísin, hún byggir svolítið af því að við höfum tilgang. Við séum að fara eitthvað. Og það held ég sé kannski það sem að mun þegar upp er staðið vera
það sem að verður notað til þess að skýra það að já, mannkyninu tókst að koma í veg fyrir verstu afleiðingar loftslagsbreytinga. Það orðið allt of seint að koma í veg fyrir afleiðingar loftslagsbreytinga og það eru mjög hörmulegar nú þegar og það var líka hefur verið talað hérna um sjónarhorn og glugga. En mér langaði að bjóða hingað einum einstaklingi sem ég veit ekki hvað heitir, en ég veit hvað hann er. Þetta er einn af berfættu verkfræðingunum. Hafið þið heyrt um berfættu verkfræðingar? Og þessi mynd er á Indlandi. Og ástæðan fyrir því að ég setti þessa mynd inn er að hún tengir kannski saman það sem að mér er efst í hug í dag. Og nú ætlum ég að sjá hvað ég get sagt ykkur þetta án þess að vera klökkur. Númer 1 er ástandið á Indlandi í dag. Þar er fólk að berjast fyrir lífi sínu, skjóllaust. Það hefur aldrei komið hitabylgja samtímis í El Niño ári á öllum skaganum. Og þið hafið náttúrulega kannski mörg verið á Indlandi. En það er 1. Númer 2, sem ég held að þessi mynd hjálpa okkur að skilja, er lífríkið. Og það hefur verið talað hér um mikilvægi þess að vernda líffræðilega fjölbreytni. Það er ég alveg sammála. En þetta er bara miklu meira en það. Við erum hluti af þessu. Við þurfum að bjarga lífríkinu til þess að bjarga okkur sjálfum. Þetta snýst ekki um að vernda lífríkið. Og það er eitt af því sem hefur komið mjög sterkt fram í til dæmis nýjustu skýrslu IPCC. Það þýðir ekki lengur að aðgreina þetta í svona eðlisþættina og lífríkisþættina. Síðasti punkturinn sem ég veist þessi mynd líka draga fram er að við erum þegar með lausnirnar. Þær eru hagkvæmar og allt það sem að Sigurður Ingi félagi minn sagði um bílana og orkuskiptin, allt þetta sem hann sagði á líka við um heimshagkerfið. Tæknin sem þarf er til, þetta er hagkvæmt. Ég get farið niður listan á öllum forsendum nema kannski stóru spurningunni, að það eru maðurinn sjálfur og pólitíkin. Og þar er ég líka bjartsýnn. Því að ég held, og nú erum við bara að sjá hvernig sögubækurnar verða skrifaðar, ég held að við séum að sjá núna upphafið af endalokum jarðefna hagkerfisins og þeirra ógnarstjórna sem að þrífast í skjóli þess. Þannig ég held að við erum að gera okkur grein fyrir því að þó að sundlaugar fullar olíu sé ógeð, að þá er það sem að þrífst í skjóli jarðefna hagkerfisins miklu ógeðslegra. Og við hafa sagt að það er gott að tala, við höfum að tala hér mannamál og ég er fæddur og uppalinn fyrir vestan og það tala menn beint út og ég held að það sé bara mikilvægt að við tölum beint út bæði vandann en ekki síður lausnirnar. Og það er komin núna uppskrift af þessari leið sem hægt er að fara, sem að vísindasamfélagið er búin að vera að vinna að í 6 ár og þar er ég aftur að tala um IPCC. Spurningin er bara, ætlum við að nýta okkur þetta? Ætlum við að fara eftir þessu? Þannig ég held að við séum bara á mjög spennandi tíma. Það er frábært að vera með þeim elstu í herbygginu. Tala við vini mína sem eru af svipari kynslóð. Ég held að við getum bara verið óskup rólegir núna og róleg og farið að ég var að kaupa með kajak og ég ætla bara að fara að leika mér á honum. Því að það er svo flott fólk að taka við og ég held að það viti alveg hvernig á að gera þetta og ég held að viti líka alveg hvers vegna. Og ég þakka fyrir og ég bið að heilsa henni.